velkomin í þátt 7 af Blake Vlog podcast og við erum með guest. Okay, Hello. let's go. This is crazy. Okay, vilt þú bara byrja að kynna þig? Já, ég heiti Birgitta, kölluð Birgó, söngkona, var í Idolinu og söngvakeppninni og já, er að reyna að vera TikToker. Já, það er geggja, girl. Það gengur alveg hjá þig, skal ég nú segja. Þú ert æði og ef ég á að call myself out þá var ég low-key búin að stalka þig. Þú veist, ok, maður á ekki að segja stalk. Ok, þetta er ekki beint stalk kannski, en þú veist, ég er búin að bara fylgjast með þér. Og líka bara áður en ég byrjaði á TikTok, þannig að þetta er alveg crazy. Þú situr bara við á mig, sko. This is crazy! Ok, sko, já, það er mikið sem þú ert búin að gera. Og we're just gonna go into it. Þetta er bara, mér langar að því að ég get mikið fangirl eitthvað og ég veit að það eru fleiri fangirls out there, þannig að þetta verður bara gaman að hafa smá spjall með þér. Og ég er búin að skrifa nokkra spurningar og já, þetta verður gaman. Já, byrjum bara á, þú veist, hvernig þú byrjar, skilurðu, að vera who you are today. Já. Ég bara byrjaði þegar ég var lítil, ég bara byrjaði að syngja þú veist þegar ég var bara áður en ég byrjaði að tala. Já. En svo, já. Damn. Og já, svo bara hélt ég áfram. Já. En já, bara byrjaði því og skráði mig í jólastjörnuna, komst ekki neitt. Svo, já. Tappa á móti Haldóni aftur sem er í Vibe. Nei! Við vorum sko í grunnskóla. Já, við vorum saman í grunnskóla og bæði með bræðrunum og já, það er geggjað. Oh my god, já. Þannig að þetta er bara history repeating itself. Shit. Nei, joke. Ok, það er alveg beef, heyrðu, oh my god. Væri til að vera með Vibe líka til þess að resolve the beef. Það væri geggjað. Pældu því, Vibe. Það væri crazy. En já, þú æfur á hvað hljóðfæri líka? Ég hef í rauninu bara æft á öll hljóðfæri, sko. Queen. Já, fiðlu, flautu, þverflautu, píanó, gítar, bara. Ok, slay. En þú skrifar tónlistina þína sjálf? Já, ég geri það. Ég er reyndar byrjuð af því að ég er svo mikil fullkomnennar gæla þannig ég þarf bara að vera með pródúsers. Þannig að ég byrja núna að vinna með einhverjum nýjum. Geggjað, slay. Og spilar þá á öll hljóðfærin sjálf? Ég er að reyna að hætta því. Hvað ertu best að spila á? Píanó. Ég segi mér raunin alltaf píanó, já, og sendi svo til hans og leta hann kynna vel. Ok, love. Já. Slay. Alright, og þannig að er eitthvað að koma út á næstunni eða eitthvað svolítið? Ég er með, sko, ástæðan ekkert búin að taka svo langa tíma er að því ég er bara búin að vera að finna sjálf á mig. Þú veist, ég er náttúrulega búin að fara inn í allar þessar keppnir bara eitthvað, what the fuck. Úps, maður blóða. Nei, allt í lagi. Mamma, þetta er allt í lagi, það má núna. Má alveg slagið. Alls lagið, sorry. En ég er bara búin að vera að skipta svo mikið brand eins og þú veist bara frá fyrstu Idol-seríunni, ég bara hver er hún, skilurðu? Já. Og þannig að já, ég er bara farin yfir í svona gælup-hopp stemmingu, svona eiginlega Ariana Grande, Tate McRae blanda. Ok, can't wait! Yes. Period! Þannig að ég er búin að vera búið til fullt af þannig lögum og bara ógeðslega spennt. Já, En ógeðslega hrædd við að gefa það út, sko. Girl, don't be. Þetta verður slay, þetta verður hit. You're gonna be hit, sko. Ég elska svona, þú veist, mér líður eins og tónlistar sýnið á Íslandi er alveg búið að breytast, low-key. Já. Þú veist, mér finnst, það er ógeðslega margir, skilurðu. Já, en ándjóks. Ég er að elska, skilurðu, svona girl boppið sem er í gangi hjá eins og Klöru Einars og Katrín Mirri og svona. I love it. Yes. I love it. Bara stemming. Bring me more, sko, það væri æði. En já, mér langar að líka spyrja bara hvernig var fyrsta keppnin, það var þetta í krakkadæmi. Óguð, já. En hefurðu farið margar keppnir þegar þú varst svona yngri? Nei. Nei? Nei, nefnilega ekki. Ég er búin að vera bara, þú veist, ég var ótrúlega lokaður krakki, ég er búin að vera bara in my shy era. What? Okay. En svo bara, já, er ég núna bara eitthvað, fuck it, ups, oh my god. Já, það er alltaf leið. Já, nei. Girl, you're fine. Bara, whatever, bara nú frá sama, mér langar bara að gera þetta. Já. Punktur. I love it. Já. Það á að vera svoleiðis, sérstaklega Ándjóks. þegar maður er, það er ógeðslega persónulegt að vera
gefa út lög, sín eigin lög, skiluru. Ándjóks. Ógeðslega stressandi, þú veist, hver hlustaði á fyrsta lagið þitt? Hver? Þú veist, sýndur ykkur fyrsta lagið þitt? Sko, ég var alveg í svona smá YouTubera þegar ég var yngri. Ok, period! En ég er búin að eyða því öllu, sem ég sé ótrúlega mikið eftir. Nei! Já, en já, ég var alveg svona að posta virkilega á YouTube svona homemade songs Oh my god, that's so cute! Já. It's giving Take Me Grey, sko. Loki. Já, ég er að reyna að byrja því svona smá eftir. Já. Ok, slay, cute. Já, ég er nefnilega alveg sjálf, skiluru. Ég var alveg in my music era, ok? Þegar ég var, skiluru, þegar ég æfði ógeðslega mikið. Já. En ég er low-key búin að, I fell off. Já. Og mér finnst bara svo, ég ætla að fara að segja það. Mér finnst ógeðslega erfitt að semja lög. Já. Og yfir höfuð, eða þú veist, af því það er svo mikið sem að comes to play, skiluru. Ándjóks. Og líka þegar ég var perfectionist. Ó já, það er ekki hægt, sko. En það var ógeðslega scary að svona sýna einhverjum sín eigin lög, skilur, að þetta er ógeðslega persónulegt eitthvað, like they're reading into me eitthvað. Ándjóks. Allir finna sögu í öllum lögunum. Já, ándjóks. Og reyna að finna allt. For real. Bara hvernig þetta, hvað er þetta? Új, já, ándjóks. En, já, skrifað þú lagið sem þú spilaðir í söngvakeppni? Já, ég skrifaði með tveim öðrum, svona, já, sem að fundum mér voru á Instagram. Já. Já. Period. Oh my god, I love social media, sko. Ándjóks. Já, fann þið bara ekki TikTok. Nei, sko, þegar þú followaði mig á TikTok, ég var bara eitthvað, my life is complete, thank you, Jesus. Já, þú veist, fyrsta svona það sem að ég sá þið allavega í var Idolinu. Já. Hvernig var það? How was that? Fyrir einhverja sem að vilja fara í það. Sko, ég oftast þegar það er talað um Idolið þá segi ég tala ekki um það. What? Ég er svo búin með þetta era. En ég er til að fara í það sko líka. Já. Þetta er bara, ég veit það ekki, ég fór bara inn í þetta, bara að því bara einhvern veginn. Mér fannst bara bæði pressa kannski frá öðrum að vera bara eitthvað svona you girl, þú veist, gerði þetta bara því að ég var bara eitthvað, þú veist, að fara í tannlæknin og bara vissi ekkert hvað ég var að fara að gera. Já, þannig ég endaði bara svona að fara í það. Og ok, fyrsta sena náttúrulega komst ekki áfram, bla bla bla, detta út í topp 50 eða eitthvað. Og já. Og já, bara eitthvað, what? Eða þú veist, ok, geggjað. Og svo kom ég bara aftur, árið eftir. Þú veist, ég fer alltaf ótrúlega motivated út svona keppnum. Ég bara, ok, ég hleypti mér ekki áfram, ég ætla bara að sýna ykkur hvað ég get, whatever, tekið það sem motivation í staðinn fyrir eitthvað sem að tekur mig niður, eða þú veist, já. As you should. Yes, bara, já, kom svo aftur árið eftir og var bara eitthvað, ok, nú ætlum ég bara að óna þetta og fór bara í mesta kvíðasjokk sem ég hef nokkuð verið í, sko. Hvenær þegar þú varst að byrja þá? Ég var bara fyrsta dæmið, ég var bara, þú veist, þess vegna var klift ótrúlega mikið af dæminu mínu út af því að ég var bara, ekki svo mikið voice crack, þetta var hrikalegt að horfa á þetta, sko. Já, ég er svo glöð að öll senan var ekki sýnd af því ég var bara, oh shit, oh nei, ok. Já. En svo var ég bara eitthvað, veistu, ég ætla í finals, þannig ég var bara, ok, hendi flaututóninn og vissi að þá var ég svo. You know what you're doing, já, ok, still, love it. En sko, með þessu performance finnst mér eins og ég hefði ekkert að komast áfram, en ég vissi samt að ég væri að fara áfram, af því ég var svo stressuð. Svo þegar ég var komin í final, þetta var alveg slæmt, ég fekk uppáskrifa bara kvíðarlega fyrir lækni, ég var bara að deyja, sko. Oh shit! Oh my god, maður veit aldrei. Ándjóks. Maður sá það allavega ekkert á þér. Nei, einmitt. What the hell? By the way, bara hefði það ekki hægt að detta út when you fell off, skilurðu, sko. Ég vissi það svo mikið. Leið ég labbaði sviðinu, fór í bakvið, ég greipti mér augun og var bara ég fór heim. Og fór heim. Já. Svona, ég held maður vita alltaf, svona, þú veist, að því ég var að gera eitthvað svo ótrúlega out there og bara, þú veist, ég fór náttúrulega heim með hana Heroes eða eitthvað, sem var bara svona rocklag, bara, what? En samt, þetta var svo flott, sko, ég held að ég hafi verið þarna þegar, ok. Ég held að ég hafi verið in the crowd, sko. Eða hvað, nei, jú, út af því að hún Rakel fór fyrst að live, ég held að ég farið nú, þú veist, í öðru, hvenær var hann að spila á saxofóni? Var það ekki í þörðu? Var það í öðru? Ég veit það ekki. Ég man það ekki alveg, en ég held að ég hafi séð það live.
Ok, já. I mean, mér líður þess að ég sé þig live allavega. En ég var bara eitthvað, bruh, þegar þú fórst út, sko, ég var bara eitthvað, no, I can't be playing. Af því að sumir, nei, mér langar ekki að shit-talka aðra, en... Ég veit, já. Nei, mér langar ekki... Við skilum bara. I don't wanna be, ég langar ekki að vera cancelled. En mér líður þess að sumir voru bara svona, ennþá að gera það sama, skilurðu. Að meðan mér fannst þú vera... Experimenting. Já, algjörlega. Þess vegna var ég bara eitthvað, babe should not have left, babe should not have left. En girl, það sérst alltaf ekkert framan í þig, skilurðu, eða þú veist, Nei. að þú hefði verið, eða þú veist, eitthvað að skýta á þig, yfir þessu, skilurðu. Maður veit aldrei. Ándjóks. Og sérstaklega líka, þú veist, eins og með TikToki, maður veit literally aldrei, þú veist, hvort að manneskinn er að vera genuine eða ekki, og ef ekki, hvort það sé út af hún er að vera fake eða af því það er eitthvað í gangi, skilurðu. Period. Period, ok. En eigum við að ræða söngvakeppnina? Já. Gerum það. Gerum það. Let's go. Það sem var made MBL, eða ekki? Jú. Allt sem Front page. Babe was front page, sko. Yes. Okay. Hvernig var það? Já, ég verið ógeðslega confused með að horfa á þetta. Já. Og ég bara eitthvað, já, þetta er svo mikið þú lag, skilur, þú veist, ekkert bara við þig. En síðan skrifaði eitthvað annara og ég bara eitthvað, Já. Scratching my head. Bara, ha? Já. En já. Já, bara ef við byrjum from the beginning, sko, þá, þú veist, ok, ég hef alltaf verið Eurovision fan, elska það svo mikið þó að sé alveg leiðilegt hvernig það er að fara út núna. En það er bara önnur saga. Já. Við skulum ekki tala um það. Nei. Skulum ekki tala um það. En hérna, já, þegar ég fekk skilaboð frá þessum gæja, hann heitir World with Sean, heitir Sean. Já, Já. ok. Sem var það on your IG. Já, hann er svona Eurovision vlog, svona samfélagsmiðla gæja. Já, mitt. Bara svona einn af þeim stærstu í Eurovision heiminum. Og, já. Og hérna, já, sendur mér skilaboð og ég bara missi andlitið, þú veist, fer bara að grenja inn á baði í vinnunni. Ég bara, I made it! Já, period. Já. Og hann gefur mér fyrsta árið, þú veist, þetta var 2020 eða eitthvað, gefur mér gladalag, whatever. Já, þá bara gaf hann mér lag. Já, ok. Og komst ekkert inn á söngvakeppnina. Þetta var eitthvað country, eitthvað love song. Já, ég var bara, ok. Og svo er hann bara eitthvað, bara, þú veist, mér svo geggjaður að mér langar í Ísland, komi eitthvert í Eurovision, þú veist, hann er búinn að vera fan af Eurovision ógeðslega lengi á Íslandi með lagi. Og hérna, já, þannig að við fyrir bara út í það að semja bara eitthvað algjörlega fyrir mína rödd. Og ég er bara eitthvað, ok, nýbúin í ædolunum, bara eitthvað, ég þarf bara að vera með whistle note og að redda málunum. Já, it did though, it did. It did, yeah. En hérna, já, þannig við bara fyrir að semja það eitthvað bara á FaceTime og eitthvað svona, svo erum við með producer, gæja, basically sem að semur tónlistina eitthvað. Já. Og frá Svíþjóð, sem er þar. Þannig að hann er frá Kanada, hinn er frá Svíþjóð og ég er á Íslandi. Oh shit. Já. Hvernig var það? Var það ekki erfitt að skilur svona communicate everything? Jú, við vorum sem bara alltaf 24 saman að tala, sko. Já. Þetta var alveg, já, bara WhatsApp. Og já, það eina sem reddaði málunum held ég var að ég er með heimastúdíó, þannig ég gæti bara verið að taka upp heima og senda. Já, einmitt. Yes. Ok, klart. Já, ægindi. Yes. Svo bara, já, sendum við lagið. Ég fæ skilaboð frá svona teiminu í RÚV bara eitthvað, hver er að syngja þetta lag? Og ég bara, me. Oh my god, Já, okay, og ok. hérna, já, og þá er hérna Selma Björns búin að vera bara eitthvað love it, elsku svo rödd, eitthvað bla bla bla. Og hérna, já, þau voru að segja mér frá því og ég var ekki komin inn í keppnina, þau voru gett mikið svona teasing. Já, Já. En þú veist, já, svo kemst ég bara inn og geggjað og æfingarnar byrja og þú veist, já, ég veit ekki hvað ég var að fara út í. Eftir á kannski. Oh my god, þú varst veik, eða það ekki? Þú varst nýbúin að vera veik. Jú, ég var bara á styrum, bara Þetta er sko, þetta er crazy, ég púlaði upp í MH út af þú varst að fara að vera í MH. Ég er svo illa, svo hvað? Nei, allt í lagi sko, þú veist, ég var alveg sad, skilur, at the time. En ég hugsa ekki þetta daglega, skilur, bara svona nokkur sinnum í vikunni. En hérna, ok, já, og þú sagði bara eitthvað, já, eða þú veist, þú sagðir, náttúrulega ég sendi þér vídeo og ég bara eitthvað púlaði upp í MH fyrir þig, eitthvað, og þú veist eitthvað, já, ég veik eitthvað, og ég bara eitthvað, babe, veik, like, you gotta sing í beinni bara á morgun, eftir. Þetta er alltaf svo típist, einhvern veginn, það gerist alltaf
þú veist, þegar maður hefur eitthvað, þú veist, þegar maður þarf að syngja eitthvað publicly, skilurðu, Alltaf. já. Já. En styrum, girl, what the hell? Ég fór til hérna, búin að vera óslega veik með hósta, bla bla bla, og fór bara að talaði við heimið í RÚV og þau redda manni bara lækni, og hérna, period, what? og tróði einhverju myndavélir í koki á mér og ég var með, þú veist, bólgin og rispuð raddbönd og ég var bara, nei, nú er þetta búið, You're done. Jóks, bara, done. En hérna, já, svo bara fyrir ég að taka stera á fullu og var með eitthvað svona, ég veit ekki, var bara að gera allt sem ég gat og kvöldið ári var ég bara, oh my god, og æfingunni, sko síðustu æfingunni fyrir keppnina datt ég þegar var að íta þá var bara allt að fara vittlaust, þannig ég var bara, ok. Girl, what? Ertu með vídeo af því? Ég er með vídeo af því. Ég verður að sýna mér eftir. Já. En hérna, þetta er svo pathetic hvernig ég datt svo, það er alveg vandræðalegt. And whatever. Oh my god, já, og síðan kemur bara, en þú komst áfram með fyrsta, það ekki? Nei. Nei, eða þú veist, ég bara datt út í, Já, bara- þetta eru náttúrulega bara tveir þættir. Já, djók, þetta er 2 undanúrslit. Já. 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 Ó. Þannig að þetta er bara undanúrslit og svo úrslit, já. Anyway. Þegar, nú kann ég ekki að spyrja það, þegar það kom svona dæmi. Snjórinn? Já. Ég elska hversu margir tóku eftir þessu, þetta var mest að feil. Við varum bara Borðaður eitthvað eða? Ég var bara, Nei, jú, þegar ég hef séð þetta eitthvað staðar. Á einhverju TikTok-vídeó bara eitthvað að þér borða þetta eitthvað. Eða hvort það var eitthvað, þú veist, hvort að þú hafir actually verið að kúast á þessu, skilur það. Þú varst actually bara eitthvað að kúast á þessu. já, ég var svo mikið bara að passa að vera ekki neitt í munnunum af því að beint eftir þetta fall þá er ég náttúrulega að vera flötutótt og bara, Já, girl, oh my god. Ok, smá svona flopp að vera með þetta einmitt áður en þú ert að fara. líka sko, það var ótrúlega flott svona moment sem átti að vera í myndavélinni, þú veist, við vorum bara að gera svona gerfisnjó og svo átti ég að taka hendina og ýta snjónum upp. Já. Það sást ekki, af því þetta var bara fail í öllu. Ok, enn og aftur, það tók enginn eftir því. Nei, einmitt. Já. Já. Girl, ok. En já. Og síðan þegar þú kemst ekki áfram þá fer landið á hvað? Já, bara Eurovision kom mér í held ég sko. Já, for Kom mér real. í. Það var allir bara, what the helly. Já, þú veist, ég var með fleiri svona views á vídeóið heldur en Vibestaróðir alveg þangað til að Þeir fóru, já, ennþá með meir en allir aðrir. Já, ok, low-key flex. Já, low-key flex. En það já. ándjóks, já, það var bara það eina sem hjálpaði mér að koma mest í gegnum það held ég, af því að, þú veist, ég var náttúrulega búin að vera númer 1 í bara öllum meðböngum, allt, þú veist, allir búin að tala ógeðslega mikið um þetta. Já. Og svo bara komst ekki svona áfram, það var alveg svona, Já, það Ok. var geðveikt sad, Já, en þú veist. en svo bara að vita allir sem að héldu utan mann, það bara komin í gegnum þetta, sko. Já, það er ógeðslega, eða þú veist svona, já, auðvitað er það sad maður kemst ekki áfram, en Já. þú veist, literally everyone voru bara, come on girl, þú varst svo slay, voru allir bara praising you, já, bara as they should, svo geggjað. sko. Heyrðu, já, við erum búin að jappa svo mikið þannig að við ætlum að crack one open. Oh my god, ég mér svo laka neglu, sko. Nærðu ekki að opna? Veitu? Á ég aðstoða? Ég náði reyndar að opna. Heyrðu, Æ, það eru já. svo sætar. Takk fyrir, þetta er bara Ó, Ég er að bíða eftir naglakonunni minni, sko. ok, á ég. Já, takk. Ég er með lifehack for y'all. Ef við erum ok. með aðra dós, þá er þetta að gera Sniðu. svona, eða núna er svona smá uppi og hún er undir þessu. Oh my god. Úps. Ok, þetta er uppáhaldsbragðið mitt, þannig að vonandi fílar þetta. Já. Hell Iced Coffee. Nammi. Finnst þér actually? Actually. Nei, actually, ég er ekki kaffikona, sko. Nei, ekki heldur. Þetta er svo gott. Ég lóki svona getting into svona business era, skilur, þá þarf maður alveg að drekka kaffi, en ég er ekki Ándjóks. alveg bara svona svart kaffi manneskja. Nammi. Ég er að fara að kaupa þetta. Og þetta er síðan ekki það dýrt. Love, Nei. krónan er bara giving með þetta. Elska. Og það er því miklu fleiri bragðtegundir, þannig að það er eitthvað fyrir alla. Yes. Herru, já, sko, ástæðan af hverju þú situr hérna basically er út af því við erum báðar á TikTok. Já. Þannig we gotta talk about that. Yes. Let's go. Hvenær byrjaði TikTok? Oh my god, ég veit það ekki. Nei. Var það langt Ég held, síðan? ég held kannski svona
1,5 til 2. Held það. Eitthvað svo leiðis. Slay. Já. Ég byrjaði bara svona rétt fyrir Idol held ég. Já. Ó, Nei, heyrðu. jú. Er það? Oh my god. Ég sá þig ekki þá, sko. What? Nei, Oh my god. ég var alltaf að syngja í ræktinni, ég vann í vörklass. Já. Ég man alltaf eftir lokun eitthvað. Já, ég sé það vídeo, það Já. fyrir mikið. Já. Já, reyndar. Slay. Yeah. Núna ertu bara að posta svona söngvídeóum Já, og þú gerir á ensku. Ég er að gera á ensku, náttúrulega eftir söngukeppnina þá fær maður svo mikið erlent, ég komi Já. meira erlent heldur en íslenskt. Í alvöru? Oh shit. Þetta er 48 á móti 52%, 48 íslenskt. Oh my god, Yeah. wow, ok, Yeah. hvað lítið. I know! Oh my god. Ég líka, þú veist, öll svona vídeóin sem hafa fengið mikið er kannski bara 3% Íslandi eða eitthvað. Já. Þannig ég er svona, já, ég er að reyna að fara. Wow, já, ég var bara ekki doing the math, sko, ég bara ekki, oh shit, ok, já. Já, Damn. þannig ég er svona að reyna smá að switcha yfir af því að þú veist, mér langar að fara lengra heldur en Ísland. Já. Já. Ég er aðeins over the wedding era. Það sem ekki í brúðkaupum bara. Það er ótrúlega gaman, ég elska það. Ó, ertu að gera Ótrúlega það? mikið. Já. Oh my god, I didn't know that. Nei, já, brúðkaup og skírnir og eitthvað svona. Oh, cute. Það er svo cute, ég elska það sko. Oh my god, period. Yes. En hvernig það er þá bara eitthvað að hop on a plane to LAX eða... Já, það ekki bara. Já, oh my god, ég kemur heimsækja það, please gera það. Mér farlega, þú veist, ég er núna að leita mér afsökun til að flytja út sko. Ég er bara svona að leita skólum út um allt og Oh my god, bara... period. Hvað myndir þú vilja læra? Ég mun örugglega bara að læra eitthvað tengt tónlist. Eða þú veist, bara, ég nenni ekki að fara... Það er svo mikið sem er hægt að læra. Ég veit Tengt það, tónlist. svo mikið, svo fárlega mikið. crazy. Ég myndi örugglega bara að læra eitthvað svona performance og bara semja Já. lög. Já, ég Hvað hugsa- er draumastaðsetningin? Obviously, þú veist, Bandaríkin sko. Er það ekki fucking erfitt að komast í skóla í Bandaríkjunum? Ótrúlega erfitt. Og síðan er það óslega dýrt. Já, en Þannig maður að þarf a girl bara... can dream. A girl can dream. Þú þarf bara að blow up on TikTok. Exactly, og það gerist bara með mér ennsku. Já, Já. fá pengi. Já, byrja að vera aktíf á YouTube. YouTube borgar, ég er alltaf að sjá það. Heyrðu, en á Íslandi líka eða? Það var góð spurning. Já, ég held að það sé komið svona creator... Hey. Maður þarf að fara að hoppa on that, sko. Ándjóks. Það er mjög, ég var til að vera vlogger, sko. Já. Það er so cute. Oh my god, þú myndi vera svona með healing vlogger, sko. Þú myndi Ó, alltaf horfa á ég þig. stöf, ég er alltaf að horfa á gæða svona inspirational gælur. Eða þú veist, bara svona, Yes. þú veist, sem eru bæði að gera vlogs, eitthvað að gera cutesy girly eitthvað og Já. síðan eru svona, hvernig, það er svona healing, Svona, já. þetta self-help Já. youtubera, oh my Já. god. Oh. En ég er sjálf bara eitthvað, don't know what the fuck ég er að gera, en ég veit ekki hvað ráð ég myndi gefa fólki, sko. Same. Ég held í alveg að enginn, þú veist, veit ekki hvað hann er að gera í þessu. Bara svona, eða þú veist, þarf maður ekki bara að finna eitthvað, að posta einhverju og bara gera það. Jó, Low key. já. Ég veit það ekki. Jú. Eða þú veist, Skipulegja sig, allavega þú nóg ert vel. þannig með að gefa flott svona nís, skilur eða þú veist, Já, ég er með nís, Já, en ég er samt lóki náttúrulega. hætta það. ó, Eða svona vera alltaf, skiluru, já, að, ég er alltaf bara að syngja, ég Já. komið svo mikið leið af því, Já, þannig að ég mér langar að fara að semja meira til að posta því, en það er svo mikið að vera, þú veist, alltaf, að þú veist, hvert lag tekur á leið, ég veit ekki hversu marga klukkutíma, þannig svona að vera alltaf... klukkutíma, daga, sko, Daga. vikur, guð, já, Satt, sérstaklega maður að gera þetta allt sjálfur, já, og það er dýrt að vera með pródusers, let me tell you. já, oh my god, ég vildi sko bara að ég geti verið my own producer, sko, en það var óslega mikið metnaður eins og hún hana sem dansar, Gugsar. já, Oh. ég jelly, sko, hún bara byrði í hérna, ef hún ekki Danmörku, og hún gerir þetta allt sjálf Já. og gerir mjög góða Já. tónlist. Queen. Eins og ég sagði, I love the gælu industry hjá okkur, Ándjóks. sko. Japs. We need more. Ef það er Koma eitthvað- svo. Ef það er eitthvað að hlusta, get long pause, we need more. Já, Ándjóks. ok, love, periods. En hvað er það skemmtilegasta, svona skemmtilegasta content sem þú gerir á TikTok? Oh my lord. Mér finnst ótrúlega gaman að vera bara ég sjálf. Bara svona skemmt, eða þú veist, bara svona, ég veit það ekki. Já. Þú veist, mér finnst gaman að syngja, en mér finnst skemmtilegra ef ég get verið bara svona, ekki balluður, ég veit það ekki. Ég er svo over að vera svona alvarleg. Já, ég skilji. Já, bara geta flippað. Já, eitthvað. oh my god, nei, við þurfum að fara að Já. gera eitthvað svona Við flip, þurfum. sko. Ég er svo til í að því að það er eiginlega my niche, er bara að flippa. Já. Bara vera gæla að flippa, sko, gera bara
Já, gera bara eitthvað. Ég datt inn í það í söngvakeppninni af því að þá getur maður að posta svo miklu. Já, Þannig ég var alltaf bara, einmitt. let's go! Ertu samt að fá, skilurðu, eða þú veist, ertu að gera einhverja bókanir eða eitthvað svoleiðis? Bókun er í söng. Já, þú veist, bara fyrir utan brúðkaup. Já. Ég veit ekki. Eða, þú Já. veist. Nei, ég er að reyna að fá manager núna. Bara til að vita líka hvað ég er að gera, þú veist, af því að mér langar að fara út en vil ég fara aftur á söngvakeppnina, ég veit það ekki. Já. Það er svo margir að hvetja mig til að fara aftur, en mér bara langar ekki að halda áfram Íslandi. Já, ég skildi. Og líka bara einhvern veginn svona að repeata keppnir. Eða þú veist, það er Alltaf. auðvitað ekkert af því, skilurðu. Nei, Og það er svo sem takmarkað sem er hægt að gera á Íslandi. En, þú veist, ég held að sé bara ekki, þetta er líka svo specific niche, svona Eurovision heiminum, já, tónlistin. einmitt, já. Ég myndi ekki falla í það Nei, einmitt. Ef þú ert að gera öðruvísi tónlist, þá myndi ég bara hvetja til þess að fara eitthvað annað. Hvað er Siggo að gera, veistu? Hún er komin aftur, hún var í Limpi hérna í Noregi, Já. skóla, oh my god, I love her. Ég líka, hún er það ekki queen, stopp, hún byrja að koma mig líka, ég var bara að skýta í mig, sko, ég bara, nah, these girls, stop it, guys. Já, en, já, þegar ég sá að hún var eitthvað, þú veist, úti, hún var líka að gera, hún er svo mikið bop-gæla, þú veist, ég veit ekki hvað bop þýðir actually, en fyrir mér er það svona, Bara væp, Svona það ekki, bara girly- svona ándjóks. girly, Kemur í slay, gott skap, bara já, geggjað, en ég held að bop þýðir eitthvað annað. örgulega. En þú veist, við, Við erum með svona girly skilgreiningu á því, Já. skilur, þannig að don't cancel me. Ég er Nákvæmlega. að segja að hún sé góð. Að hún sé slay. Get aggressive, eitthvað. Þú veist, afsökunar. En, ok, slay, þannig að já, við þurfum bara að fara að henda eitthvað skemmtilegt content og líka bara, að þú veist, út að ég var að spyrja ef þú varst með eitthvað bókanir fyrir þetta, því þá Já. var þetta að gera svo mikið í kringum það, skilja bara daymála því ég þarf að æfa fyrir þetta og fara að gera Exactly. þetta og eitthvað. Já. Það var búið að vera svo mikið útihátíðum og eitthvað, ég var bara Ég veit eitthvað það. að bíða I að sjá know. þig, sko, on the list. já, ég heyrði ekki í hérna þessum manager fyrir en rétt í júni eða eitthvað, þannig hún var eitthvað, við þurfum að bíða þannig til eftir sem bara, Já. Nei, ég var ekkert eitthvað, ég kann Er hún ekki, íslensk? já, Já. já, hún heitir Camilla í Iceland Sync, ég er að reyna að koma með þangað. Ok. Með Já, það er nylon. svona, hérna, managing brand. Já, Já. Já, ég held það líka. Ég, svona, ég kann ekki alveg ná vel á Nei, það, sko. ekki heldur. En, Ég sé alltaf bara svona, því ég sé gemila hjá fólki og sé Iceland Sync, ég hef aldrei einhvern veginn spáð í hvað það er, skilurðu. Nei, einmitt. En ef það er svona umbóðskrifstofa, Umboðsskrifstofa, já, það heitir já, það. já. Já, af því að þau hjálpa bæði að komast út og vera heima. Já. Þannig að ég er að reyna að komast þangað, en hver veit. Period. Yes. Ok, can't wait to see. Yes. En hvað heldurðu að það sé að koma næst? Sko, mér langar ótrúlega mikið að byrja, það eru 3 lög á plata. Eitt lag, sko, mér langar að gefa út fyrsta lagið til september. Ég er að reyna að samfæra pródúsurum minn þetta lag. Ok. En sko, mér finnst þetta lag að bop. Ok. En hún finnst það ekki nú heilsteyft, en ég er samt svona, þetta er vibe, ég veit það ekki. What the helli, ok. Þannig að ég verð bara að samfæra hann einhvern veginn. Já, það ræða við þennan mann. Já. Er þetta maður? Já, þetta er maður. Að sjálfsögðu maður. Alls sjálfsögðu, tónlistarheimur. I hate all men. Nei, ok, ekki cancel me. Ekki klipp það. Já, nei, þetta er svona einu svona geðveikt næs gæinn sem ég hef unnið með. Ok. Einu. Damn, ok. Úps. Gott en hljóma samtali. Svolítið. Já, maður hefur alveg farið á shady places fyrir eitthvað svona, þú veist, þetta er alveg, love everyone. Maður Já. þarf bara að koma með góða orku og þá verður þetta gott. Já. Er hann frá Íslandi? Já. Og er hann í bænum? Já. Hann er bara hérna rétt hjá. Oh, period. 101. Yes. Slay. Vá, ég er ógeðslega jealous. Þú veist, ég elska alla sem eru svona in their tónlistar journey, einhvern veginn. Já. Af því að þetta er svo skemmtilegt bara. Þetta er gaman en erfitt. Já. En svona, já. Ógeðslega mikið vinna sér fyrir þetta. Já. Og líka, þú ert að posta TikTok, það er fokkið mikið vinna líka ofan á það. Já. Og síðan náttúrulega bara your life. Já. Ertu í skóla? Já, Eða eitthvað? ég er sko í hérna music business Mm. í Berkeley í Bandaríkjunum. Oh, Ég bara, oh, ok, period. en þú veist, ég er bara svona í fjarnámi. Já. Þar. Hvar er? Boston. Já. Slay, er það dýrt? Já. Þetta er, ég held að 2 milljónir árið. En ef ég væri úti, þá var það 10. Hvernig á fólk efni á þessu? Maður þarf scholarship.
Ó, Það þarf, eða þú veist, já, já, damn. já, ég er að pæla í að fara að preppa fyrir eitthvað svona SAT eða eitthvað. Já, ég veit það ekki. ok, ekki. já. Hvað sem þarf til Já. að fá scholarship. Slay, oh my god. En Yes. hefurðu verið, hvað mótil ertu áttur? 03. Ok. Ég var eitthvað, annarkvort er hún svona 01, eða þú veist, annarkvort ertu miklu meira eldri en ég, skilur 5 plus, eða Já. bara eitthvað 1-2. Já. 03, makes sense. Nei. Það er orðið svo weird, ok, þetta á ekki hljóma illa, skilur, en það er orðið svo weird hvað maður er orðin gamall. Ég veit það. Ég get þetta ekki. Hættu. Ég ætla bara að segja, ég langar ekki að þetta sé eitthvað, trigger. Orðið svo gamall. jokes. Maður er orðið svo gamall. Nei, já, ég hitti manneski sem að var 03 Já. og með full blown beard og ég var bara, ertu bara 3 ára eldri en ég, ertu ekki 10, skilur jokes. Jokes. Æ, en er samt, scary. þú veist, nei. Jú. Þú veist, Sérstaklega svona fyrir líka þetta industry sem við erum að reyna. já, Þetta er svona, þú veist, þá er hvað maður bara meinarðu? orðinn gamall. Hvað heitir hún aftur, Tate? Tate. Hún er, 03 líka. ok, Já. hver var aftur ókslega ungur? Nei, ég man það ekki. Svona above, Olivia Rodrigo. Hún er líka 03. Ok, nú líður mér betur. You can do this, girl, you can do this. Engar áhyggjur. Það er ekki svo sérstæðlega 30 plus. Þá skal það hafa Thank God. áhyggjur. Já. Nei. Við elskum 30 plus líka. Já. Heyri, alright, þá er það komið í dag. Þetta er crazy, literally, að from stalker to friend. Don't Nýtt leave that, motto. sko. Settum við bóli. Nei, sko, þetta er actually crazy. Takk hérlega fyrir að come on. Takk fyrir að Og hafa mig. Já, og spjalla aðeins og vonandi fannst ykkur þetta skemmtilegt og ef að þið eru ef að þið eru með ykkur spurningar þá bara, það er hægt að kommenta á Spotify og síðan bara inn á Instagram eða eitthvað svoleiðis og já, bara takk fyrir að koma og takk fyrir að hlusta. Ok, bye!